Já, Heimir, sigur í dag, þau líktur á ánægðir. Já, ég meina við vorum bara góður í dag, byrjum sterkt, pressuðum Grindavík, gekk vel og gott flót á boltanum hjá okkur og bara heilt yfir góður leikur. Þennan síðasta leik, þetta bara miklu betri frammistaða? Já, þetta var miklu betri frammistaða, svona heilt yfir, sérstaklega fyrir áleikurinn á móti Þrótti voru vonbrigði en það er alltaf næsti leikur og við svöruðum því í dag. Hvað var svona gott við frammistaðinn í dag? Já, það voru margir þættir, pressan var góð og við vorum svolítið á móti Þrótti að selja okkur í pressinni, vorum ekki að gera það í dag og svo var bara betra flæði á boltanum og nýttum vængina vel og svo vorum við líka bara sterkir í fyrstu leikadröðum. Þú verður að staðfesta að þið munu fara minnst í umspilsæti, það hlýtur að eitthvað ánægilegt. Já, ég meina það er bara fínt en við eigum 2 leiki eftir og næst bara erfiðan leik á móti Gróttu heima sem við þurfum að undirbúa vel og það er eina sem við hugsum um. Við bara klárum þessa leiki og svo sjáum við bara hverju stöndum. En nú fekk Gummi Tyrfings, hann fekk aldrei skrítið guldspjald þarna á hliðarlínu, veistu hvað gerðist? Já, mér að kenna. Ég ítti honum of fljótt inn á völlinn. Ég hélt að hann mætti fara inn á ákveðnum tímapunkti en ég ræði þess ekki, Pétur ræður þessu og við fórum yfir þetta og þannig að þetta var mér að kenna og Gummi er í leikbanni í næsta leik. Þannig að þú bara tekur ábyrgðina á þessu? Já, sjálfsög, ég ber ábyrgð á þessu þannig að ég verð að gera það en svo líka bara frábært að Maggi skildi koma inn á og skora og Jóel fekk sína fyrstu mínútur þannig að það var bara margt jákvætt í þessu í dag. Já, nákvæmlega, Maggi og Jóel kom inn á, bara gaman að sjá þessu ungu leikmenn ná að koma að spila. Já, algjörlega og þeir hafa staðið sér vel á æfingasvæðinu. Maggi var náttúrulega óheppinn í sumar náttúrulega lenti í meiðslum, annars hefði hann sennilega verið búinn að spila meira og það var bara jákvætt fyrir okkur að þeir komu inn og bara stóðu svo vel. Eins og þú segir, Grótta næst, hvernig leik ertu búist við? Þetta eru andstæðingur? Já, Grótt. Við erum að spila við á tvisvar, einu sinni í bikarnum og sem fór í framlengingu og svo á Gróttuvöllunum. Þeir eru bara mjög vel spilandi, bara með flott að lið og Rúnar bara náð góðum árangri með lið.